Eiríkur Bergmann, gjörðu svo vel. Formaður, ágætu félagar, ég ætla að hafa þetta bara snöggt en fara í gegnum nokkur atriði sem hér hafa verið tekin til umræðu. Í undirstöðukaflanum forseti Íslands kominn inn eins og þið sjáið. En sagt að ráðherrar ríkisstjórnar og önnur stjórnvöld sem fari í umboði Alþingis með framkvæmdarvaldið ásamt forseta Íslands, og þetta auðvitað gert til þess að hnykkja á þingræðisreglunni og þeirri tilhögun að það sé Alþingi sem að liggi þannig til grundvallar og ríkisstjórn ábyrg gagnvart henni. Þannig að okkur finnst mikilvægt að þetta sé áfram inni svona. Lýður hafði nefnt þetta í fyrri ræðu. Nú, varðandi málskotið, þá það auðvitað ansi mikið í lagt að vera með þrefalt málskot, 15% þjóðarinnar, þriðjung þingmanna og svo forseta Íslands, og held að við þurfum svona að skoða það kannski upp á nýtt. En bæði Lýður og Katrín Oddsdóttir hafa talað þessi atriði sem eru undanskilin málskoti. Hér eru fjárlög, fjáraukalög, lög skattamálefni, lög ríkisborgararétt og lög sem settur til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum. Þá þetta nú allt saman hefðbundið, og þegar að sagt fjárlög, þá eru það bara fjárlögin sem slík, ekki öll lög sem að heimta fjárútgjöld. Þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þetta orðalag sé víðtækara heldur en það sem þarna sagt. Það eru fjárlögin sem slík sem að eru undanskilin, ekki lög sem fela í sér fjárútlát, bara svo það sé alveg á hreinu. Varðandi 17. greinina eignir og skuldbindingar ríkisins, að þá eru hér uppi hugmyndir og held í breytingartillögur að slík atriði þurfa að vera háð auknum meirihluta á Alþingi. Þá var ég mjög við slíku og finnst þessi grein eiginlega allt of harkaleg. Ríkisstjórn verður að geta brugðist við atburðum sem að uppkoma. Setjum nú sem svo að á Íslandi verði eldgos og það klári allar fjárheimildir til ófyrirséðra útgjalda, og svo gerist það að þjóðvegurinn rofnar vegna flóða á miðju ferðamannatímabili. Þá í slíku ímynduðu dæmi að þá væri ríkisstjórninni óheimilt að bregðast við þeim vanda án þess þá að eins og í okkar tillögu þá þyrfti að kalla saman fjárlaganefnd, og þannig finnst mér eiginlega of langt gengið. Og hvað ef að fjárlaganefnd upp fjöll og fyrnindi og út heim í sumarfríi? Hvað gerist þá? Þá ekki hægt að brúa veginn á ný? Verður þá það búið að verða fyrir því fjártjóni sem þarna Ég held að við þurfum að hugsa þessar hluti til enda. Það ekki hægt að binda möguleika ríkisins til þess að bregðast við aðstæðum með þeim hætti, jafnvel þeim hætti sem við erum að leggja til hér, og alls ekki með auknu samþykki á Alþingi sem að enginn veit hvort það hægt sé að kalla saman eða ekki í tæka tíð. Nú, í kaflanum ráðherra og ríkisstjórn að þá gerði Lýður og held ég einhverju fleiri athugasemd við það í fyrstu grein ríkisstjórnina að ráðherra geti bókað andstöðu, en það kemur auðvitað í beinu framhaldi af því að við segjum að í mikilvægum og stefnumarkandi málefnum að þá taki ríkisstjórnin sameiginlega ákvörðun, og það gerir hún ekki í dag. Og þarna öll ríkisstjórnin gerð samábyrg fyrir ákvörðun, og vegna þeirrar breytingar sem við erum að leggja fram að þá verður ráðherra að geta bókað andstöðu við slíkar ákvarðanir, og auðvitað opnar það fyrir misnotkun og lýðskrum að ráðherrar sem að vilji slá sér til riddara sé að bóka slíka andstöðu. En ef við ætlum að halda til streitu hugmyndinu fjölskipað samábyrgt stjórnvald í mikilvægum og stefnumarkandi málefnum, að þá verður þetta ákvæði að vera til staðar að mínu viti.
Í 3. greininu stjórnarmyndun að þar eru við Gísli og Íris Lind með svolitla breytingatillögu. Þar er sagt í aukasetningu að ráðherra skuli ekki vera fleiri en 10 talsins, en við leggjum til að það fari út enda kannski fullmikil stýring á möguleikum stjórnvaldsins til þess að skipuleggja sig sjálft. Varðandi þessa blessuðu valkosti að þá er ég hræddur að sú umræða sé ekki alveg nægjanlega þroskuð. Við höfum til að mynda ekki farið í gegnum það með nægjanlega opin augun hvaða afleiðingar það myndi hafa ef að ráðherrum yrði fyrirtakslaust gert að segja af sér þingmennsku, að þá væri til að mynda hægt að sjá það fyrir sér að það myndi hafa mikil lömunaráhrif á ríkisstjórnina, að það yrði miklu erfiðar að skipta út ráðherrum, og þetta er ekki sagt af sérstakri umhyggju fyrir ráðherrum eins og sumir hafa haldið fram, heldur einfaldlega vegna þess að fólk er jú mannlegt, og ef að menn sjá fyrir sér að ráðherra sem settur út verði þar með atvinnulaus, að þá þarf engan sérstakan sálfræðisnilling til þess að átta sig á því að það verður erfiðar að víkjunum heldur en hefur að einhver að hverfa. Það er einfaldlega bara mannlegt. Og það er líka hægt að sjá fyrir sér að ríkisstjórn sem er komin að fótum fram og myndi vilja skila umboði sínu og heimila það ný stjórn yrði kosin á Alþingi, að hún myndi veigra sig við að gera það, einfaldlega vegna þess að þá yrði hún í heild sinni atvinnulaus. Þá myndu menn hanga á þessu eins og hundar á roði, og við hér í ráðinu ég get séð fyrir mér ýmsa aðra verulega slæma ókosti við valkost 2 sem að mér finnst gera hann þannig úr garði að hann sé raunin algjörlega ómögulegur, hann sé eins og kjarnorkusprengja sem að muni sprengja upp allt okkar starf og gera það engu ef við myndum hafa það þar inni. En ég er ekki búinn að hugsa mig í gegnum það til enda og held að ég þurfi svolítið meiri tíma til þess að átta mig á því áður en ég get tekið upplýsta umræðu, og mér finnst ekki alveg með öllu útilokað að slíkt eigi einnig við aðra ráðsfulltrúa. Þeir getur líka þurft að gera sér þetta betur í hugarlund. Og þá ætla ég einvörðungu að nefna þetta með embættisráðningakaflann, og það auðvitað alveg rétt hjá sessuneyti mínum hér að það þarf að samræma þetta við það sem nú er inni í áfangaskjalinu samkvæmt C-nefnd, og mér skilst að slík breyting sé einmitt í undirbúningi hjá þar til bærum aðilum. Takk fyrir.